svíðjarinn Þorbjörn Klingvall og honum til aðstoðarinn Tómas Sivertsson, Karína Norbert og Anneli Hallqvist. Þá erum komið að liði heimamanna leikmann nr. 1, Guðný Jónsdóttir. Númer 16, Lúsína Stafn. Númer 3, Ásgeir Pálsson. Númer 4, Þórey Rósa Stefánsdóttir. Númer 5, Rut Jónsdóttir. Númer 7, Rakel Dögg Bragadóttir. Númer 8, Stella Sigurðardóttir. Númer 9, Dagný Skúladóttir. Númer 10, Unnur Ómarsdóttir. Númer 11, Brynja Magnúsdóttir. Númer 13, Ásta Birna Gunnarsdóttir. Númer 14, Hrafnhildur Rós Skúladóttir. Númer 15, Hanna Guðrún Stefánsdóttir. Númer 18, Birna Berg Haraldsdóttir. Númer 22, Ramóni Pegaskítir. Númer 27, Elisabeth Gunnarsdóttir. Þjálfari Ísland Ágúst Þór Jóhannsson og honum til aðstoðar eru Einar Jónsson, Þorbjörn Gunnarsdóttir og Emil Haraldóttir. Dómarar leiksins eru Bjarki Bóasson og Ingvar Guðjónsson. Góðar áhorfendur og bjóða okkur að stíga á lappir fyrir þjóðsöfn Svíþjóðar. Þjóðsöfn Íslands. Þar höfum við það
Ávarðu góðir, velkomin til leiks hér í Austurberginu, þar sem við á Sport TV ætlum að fara að fylgjast með leik Íslands og Svíþjóðar í handbolta kvenna vináttu landsleik. Guðmundur Marinó heiti ég og með mér Jóhannes Lange. Lange, Ísland vann í gær. Já. Þetta sænska liði fyrsta skipti í nærri því hálfa öld. Já, það var virkilega góð leikur hérna í gær. Þetta var mikil svona sveiflukenndur leikur. Liðin skiptust mikið að vera með forystuna. En engan sigur, virkilega vel spilað leikur íslenska liðinu. Það var sérstaklega varnarlega. Frábært að ná að vinna þetta sænska lið og ekki spurning. brjóta ákveðin ís. Já, ekki spurning. Við hlaupum yfir liðin, þá eru markverðir Íslands Guðný Jenný Ásmundsdóttir og Flórentína Stansjó. Það eru leikmenn Arna Sif Pálsdóttir, Þórir Rósa Stefánsdóttir, Rut Jónsdóttir, Rakel Dögg Bragadóttir, Stella Sigurðardóttir, Dagný Skúladóttir, Unnur Ómarsdóttir, Brynja Magnúsdóttir, Ásta Birna Gunnarsdóttir, Hrafnhildur Skúladóttir, Hanna Guðrún Stefánsdóttir, Birna Berg Haraldsdóttir, Ramóni Bekarskíti og Elisabeth Gunnarsdóttir. Hörkulið. Já, það er eins gott að A-landslið kvenna, það sé hörkulið. Já, þó að vanti. Já, vantar í það. Vantar Karen, hún er meidd. Já. Og svo náttúrulega leikmenn eins og Hildur Þorgeirs sem spilaði í gær, hún er Birna kemur inn í staðinn fyrir hana. Já, hún fær að horfa á þetta bara úr stúkunni. Já. Og sænska liðið náttúrulega sterkt líka. Og Steinun Björns er líka, hún hvílir í dag, hún spilaði í gær. Já. Og inn fyrir hana kemur Unnur Ómarsdóttir. Hjá Svíum er það Filippa Iden og Cecilia Skagarstam Grumström sem eru markverðir. Það eru leikmenn Fríða Tegstedt, Louis Sand, Hanna Fógelström, Klara Monti Danielsson, Emma Havia Svensson, Kristín Nordström, Lína Karlsson, Isabel Gulden, Natalie Hagman, Jóhanna Alm, Ida Óden og Jenny Alm. Þú þekkir sænska liðið býsna vel og þú ert búin að vera umgangast þar eitthvað farastjóri og skemmtileg heit. Já, þetta eru þekktir leikmenn. Og gaman að sjá hér Bjarka Bóasson, einn allra efnilegasta dómara að vera að dæma hér með Ingvari Guðjónsssyni. Já, það vantar náttúrulega einn besta leikmenn í Svíum, Linnea Törstensson sem er fingurbrotin, brotnaði síðustu viku, þannig að vinstri skytta, gríðarlega öflug, einn besta skyttan í boltanum í dag. Og eins eru 3 leikmenn sem spiluðu í gær sem eru ekki með hérna í dag. Og það byrja töpuðum bolta á síðan Raðablöf Karlsson og hún skorar. Þær fengu ekki leyfi hjá liðsjálfara sínum í Randers að spila 2 leiki hérna helgina. Fóru með flugi heim í morgun. Já. Eða til Danmörku. Og ekki mikið ánægja með það innan sænska hópsins, eða sænska sambandsins. Það trúi því. Ásta Birna og Hanna Guðrún byrja hérna í hornunum, Stella og Rut í skittunum, Rakel Dögg á miðunni og Arna inn á línunni. Vantar náttúrulega önnu úrsölu sem er ólétt. Já. Hanna var komin var fann að stela heim til þess að koma í veg fyrir hraðablið á Svíunum, þannig að hann vantaði þarna í hornið þegar Rut ætlaði að stimpla niður í hornið. Rut sendi ekki blind sem var ágætt, þannig að höldum boltanum. Þá kemur Stella og Rut. Áhugin er virkilega vel gert. Það væri þarna vítakast. Góð sending þarna hjá Rut. Rut er frábær leikmaður mínum mati, ákaflega vel spilandi og útsjónarsamur leikmaður. Já. Svona framan á tímabilið var hún í smá meiðslavandræðum og spilaði þarna ekki margar mínútur á sínu félagslið Holstebro. Rakel Dögg skorar hér. En er búin að vera að spila meira og meira núna eftir áramót. Já. Og Filippa Iden sem er markverður Svía. 1-1 er eftir 2 mínútur og 15 sekúndur. Svíarnir í sókn með réttamann Karlsson hann úti hægra megin. Já, Jóhanna Alm hérna á miðinni. Þarna heppnar koma boltanum inn á línuna þar sem að Hagman er. Já, sjáum að hann byrjar örlítið öðru sænski þjálfaran, hann byrjar með Jóhannu Alm til þess að stýra sóknarleiknum
hvílir Ísabellu Gulden sem þeirra leikstjórnir númer 1 en þær eru báðar leikmenn Viborg hjá Óskari Bjarna. Já, því frábæra liðin. Já, og markmaðurinn Cecilia Krugström var einnig í Viborg og núna í Fraklandi lánuð held ég út tímabilið. Rakel hér með skotið, það yfir ekki gott skot hjá henni, þá koma hratt upp. Alm og hún á Alm og Jenny Ásmundsdóttir. Vel var ég á henni. Komaður langa klippingu hérna á rönd yfir á Rakel. Hún upp í loftið. Já. 2-2. Annar markið sitt. Guðni, Jenny og Flórentína markvarða parið. Það einhverja vel mannað. Já. Þú segir mikið meira það. Já, Flórentína kom inn í gær, spilaði hérna einhverjar 16 mínútur og bara stóð vaktina vel í sínu fyrsta leik. Já, Jenny veit þarna meina að Hagmann hafi snert boltan. Já, þarna gefst Jóhann Almi gegn og þarna Hanna fer í andlitið á hann og þetta eru 2 mínútur. Já, hárrétt. Torbjörn Klingvall, hann eitthvað ósáttur við sína leikmenn. Það sé ekki spila þetta eins og það eiga að vera að spila kerfið. Já, fá aukakast en 2 mínútur á Hönnu. Hann tók við liðinu núna eftir Ólympíuleika. Þjálfari norsku þetta í 3. deildinni. Alm hérna með slakasendingu, vel gert hjá Ástu Birnu. Já, virkilega vel gert. Náum ekki alveg að, Geir róa þetta niður, náum ekki alveg að nýta okkur þarna fyrsta tempóið. Það er skynsamlegt bara að róa þetta niður og stilla upp. Arnar Sif fer út í hægra hornið á svo að leysa. Myndi ég halda. Það er mjög líklegt. Hún hérna á mótibolta. Stella og Rudd. Já, þarna Rudd. Já, vel gert hjá Stellu, læra að lauma þessum í netið. Fyrsta flokks lauma þarna hjá Stellu Sigurðardóttur. Og Ísland komið yfir í fyrsta sinni í leiknum, vel gert hér einu fari. Já, Karlsson þarna heppinn að fá ekki að dæmda þessu ruðnikrenga. Já. Setti öxlun undan sér og fór inn í Stellu. Reysi Jóhann Almi inn að finna þarna línuna. Já. Tekst hérna inn á línunni en Bjarki Bóðarsson segir hún hafi staðið á línunni þegar hún greip boltann. En hins vegar var brotið á henni þannig að það er fríkast. Alm í loftuppbúk með boltan út í hornið. Gengur ekki góður hreyfanleiki á íslensku vörninni. Já, virkilega góður hérna einu færi. Vel varið hérna á Stellu, sýndir mér. Já. Og Jenny með langa sendingu fram á Örnu. Þarna róa niður skynsum. Og Einar Öskar bara búið. 20 sekúndar í Íslandi verið með fullskipalið. En það var ekkert vitt í því að Arnar færi að halda þetta áfram og var einn á móti einhverjum 3 Svíum. Nei, og við viljum ekki að línumæðurinn fer upp breiðablöpi 1 á móti 3. Það er ekki vænlegasti kosturinn allavega. Ekki vænlegasti. Nei. Það var nú einn samt sem spilaði Fylki í gamla dag, hann var nú Sigursson. Það man enginn eftir honum. Það var það Rudd. Og hún í loftu. Þetta er vel gert. Rudd Jónsdóttir komur upp að 4-2 fyrir Ísland. Já, það sko taka hérna hraða miðju. Og hann á að tæpa skrifunum Jóhann. Alm og þetta er varðið á Rakel og löngsending frá Jenny og Ástabirna nær honum og hvað? Hann skorar! Það er sjálfsögðu. Virkilega góður kafli hérna á íslenska liðinu. Búinn að vera vinna hérna kaflan einum færri, hvað, 2-0? 2-0 og búinn að skora 4 mörk í röð, 5-2. Já. Virkilega góður varnarleikur hjá liðinu þessa mínúturnar. Björn er búinn að taka skot 2 sóknir í röð þannig að þá kemur Alma þetta vel var í Gunni Jenny með 3. skotið sitt. Tekur tíma að sækja boltan hér þannig að sænsku stelpurnar allar komið tilbaka. Já. Greinilegt að það
fólk hefur verið að fjölmenna í fermingar í dag vegna þess að það eru fáir á pöllunum, leiðilega fáir. Mikið fermingar inn í Breiðholtinu. Já. Stella með ræra senda hérna á Örnu Sif. Infoboltinn en... Já, hann var nú lent þarna. Já. Og þetta var ekki nægilega mikið brot til þess að fá víti. Þannig að ég held að þetta er svona bara rétt. Kemur Árna Sif hérna út fyrir. Leysir svo inn í kjölfarið og... Já. Rödd nær ekki komað svona fram hjá Jónu Alm. Kemur... Stella í Já, loftið. Stella við þá. Þetta er varið. Lítið en... Það var ég fyrsta skotið sitt. Já. Nú leysir Lína Karlsson línuna og þetta er góð sending hérna. Hagmann skorar annað markið sitt. Já. Það var skemmtileg leikflétta hjá Svíunum. Annarra bylgjur hraðarhlaup. Heldur boltanum vel á flotti og endaði með að koma boltanum hérna niður í hornið. Sjáum við fyrir neðan okkur að Brynja Magnúsdóttir að gera sig klára. Kemur vantarlega næst. Já. Hanna leysir úr hægra horninu, Rut upp og sendingu þarna langt niður í vinstra hornið. Nú er að halda boltanum á flotti og þetta er gott skot hjá Rakel. Já, Rakel Dögg. Þriðja markið hennar. Virkilega gott skot, erfitt fyrir markmann að sjá þetta. Það er að koma honum yfir í svo kallar öfugt horn með markmanninn. Brynja kemur hér inn í vörnina fyrir Rut. Já. Með lótt upp og... Já, íslensku stelpurnar ná að þétta vel hættum að sækja hann inn á miðjuna en heppnar að fá vítakast. Texteð náði hérna lausa boltanum og náði að næla sér í vítakast. Rakel komst inn í sendinguna en náði ekki boltanum. Jóhanna Alm fer á vítapunktinn. Það skorar af öryggi. Fjórða mark. Síðan að minnkar þetta í 2 mörk, 6-4. 10 mínútur liðnar að fyrri hálfleik. Heyrðu þessum seinni vináttulandsleik þjóðanna. Rut stöðuð. Ásta Birna kominn hátt í innleysingu en spila vantilega, eða reyna að spila þetta sama kerfi aftur. Hér kemur hún úr vinstra horninu. Gengur eitthvað erfiðlega við Stella. Rut með skot í gólfinu en þetta er varið og hann löngsending fram. Og það er Hagmann sem skorar á þessu. Þriðja markið hennar, 2 úr hraðarhlaupum, 1 marksmunur. Já, liðunum virðist báðum líða örlítið betur þegar þeir eru í vörn heldur en svo. Sérstakur sóknarleikur akkúrat þessa stundina. Já, það er langt síðan að þessi bæði lið komið saman síðast þannig að það er ekkert óvælt að það sé smá styrleiki í sóknarleiknum. Það er oft auðveldara að standa í vörn eftir og liðið sé ekki búið að koma saman lengi. Já. Þetta var góð vörn á Rakel. Rakel Dögg að reka fingurna í þetta. Brynja kemur hérna hægra megin núna. Kemur langa klippingu við Stellu. Farin aftur. Og reyna að koma sér í gegn. Kemur Stella og skiptir. Já, og Brynja Rakel á miðunni, Ramóni vinstra megin. Ramóni kom virkilega sterk inn í leikinn í gær. Það var markahæst. Já. Það er svona, hún er í miklu betra formi núna heldur hún var í desember. Það er boltarvöld á Hönnu en kemur Ramóni. Já, hún stöðuð.
Góður varnarleikur hérna hjá Jenny Alm. Já, hún náða ekki boltahendinni á Ramóni, þannig að Ramóni náði ekki að koma sendingunni inn á línuna. Og þarna Brynja... Fín sending eða hvað? Nei, góður varnarleikur hjá Svíum. Langur bolti fram á Hagmann. Og þetta er vítakast, þetta var klaufalega broti á Ramóni. Hún hefði ekki þurft að brjóta þetta á henni, hún var að sækja niður í hornið. Og Jenny, það var bara að treysta Jenny fyrir að klára það. Já. Þá fer Jóhanna Alm á vítapunktinn. Það skorar eins og hann. Jafnar metin í 6-6. 3 mörk í röð hjá Svíþjóð. Við talaðum það áðan, þetta var sveiflukkennt í gær og það er svo sem við höfum verið að búast til að verði samanbúið tenningnum í dag. Nei, það er alveg búast við því. Ramóni missir boltan, Brynja nær þessu, vel gert. Kemur boltanum þarna á Örnu. Já, vel gert hjá leysa Örnu, vel úr þessu. virkilega vel skotið hjá Örnu. Þarf að vippa 7-6. Þarna hefði sá að rétt ára Ramóni missti boltan, hún hefði bara lyft sér upp í loftu og hamrað á markið. Hún getur hæglega skotið á 9 metrum. Já, jafnvel 10. Já. Þetta er ágætlega að spila hjá Svíum með Karlsson með skotið vel yfir, dauðafæri. Heldur auðvitað hérna frammi á Ramóni. Já. Spilaði hér áfram fyrir utan, Brynja að stýra þessu. Ramóni og Rödd sé ykkur með við hana. Já, Ramóni ekki. Brynja Ársætt 1-1, nær ekki að koma sér í gegn. Rödd og Ramóni. Það koma langt út í hana. Já, upp í hornið fyrir Hönnun. Sendingin ekki góð á hana. Nei. Það koma Svíjar. Kemur Karlsson. Alm og Alm. Og þá tekur Torbjörn Klingvall timeout. Það er leikhlé. Þá kemur okkar sérlegi aðstofamaður Jóhannes Runnarsson. Þetta er líka mér, komið með mikrofónu að þeim. Han einhverju tæknar að stríða okkur samt en við ljótum að geta náð henni í lag eða hvað? Maut, ni har jobbat jättebra. Vi vill inte byta ut er. Så fortsätt att lyft på 22. Och när hon kommer så attackerar hon. 2an utåt även 5 mot 6 och 6 mot 5. Inte för högt där. Spela aggressivt men var med på utspelen. Tryck i kontringarna, gå på skott. Anfallsspelet. 1 eller 2 passningar mer. Nu är det 1 passning, 2 skott. Fortsätt att spela till läget kommer. Andra vågen jättebra. Men fortsätt. Ja, precis. Men inte passskott efter 2 passningar. Lova med det. Kom igen bara. Já, Guðmundur. Já. Nú er þú okkar sænsku mælandi maður. Hvað sagði hann? Það er allt gott. Nú vantar okkur Adolf Inga. Hann vildi bara fá, meirist hann vilja fá meira tempo á hraðablöpinn og vildi ekki fá meir en 2 sendingar. Og svo skot. Já. Þetta er ánægð með seinni-bylgjuna. Var það ekki? Jó. Það er ekki skrítið. Nei, kannski ekki. Og ætlar hann ekki að fara að spila framleikjandi vörn líka? Það kemur ljós rétt strax. Veit það ekki. Ég er betri í norskunni. Þetta er ekki haft eins. Jæja, vinnaði boltan, vel gert, Ásta. Já, góð sending þarna. Þetta er 2 mínútur. Hvað ætlar hann að gera? Hárrétt. Bjarki Bóðarsson leita á félaga sinn, hann kinkaði kolli. 2 mínútur, hárrétt. Ásta byrna með annar markið sitt, 8-6. Stálu timeoutinu þarna. Unnu boltan strax og skoruðu. Það var Elisabeth að gera sig klára. Já. Og inni með henni er Isabella Gulden. Að gera sig klára til að koma inn í sænska liðinu. Þetta verður Brynja að klára. Hún verður að vera miklu ákveðnir hérna í varnarnu inni 1-1. Já, Jenny Alm fór ákveðnar létt fram hjá henni.
Aftur. Já, Brynja á einhverju vandræði með hana. Á Alm. Já, gengur fram hjá Brynju þetta. Það er að leysa mikið betur. Þetta er ekki enga veginn nægilega góður varnarleikur hann á Brynju. Stendur einhvern veginn kolvillist á hana og slöggfót af henni þarna í vörninni. Þannig það er áfram 6-0. Já, það er náttúrulega einu fari. 5-0 er það. Já. Það eru 40 sekúndur. Á Ramónu, hún sendir niður í hornið. Á Hönnu, Rut og Ramónu aftur. Og ákemur hún að senda ykkur í Ástubjörnu inn og þetta ver Íden. Hennar þriðja skot. Og Þorbjörn hans beður bara fólk að róa sig. Já, gekk betur undirtöluna en heldur nefntöluna núna í Íslandi. Já. Þetta var fínasta færi sem Ástubjörnu fekk. Vel varið. Já. Þarna er Brynja örlítið betri. Hún færa líkamann fyrir. Akkurat. Og fekk hérna leiðsögn þjálfurunum og fljóta að meðtaka það. Það eru 4 konur með huldskipalið. Það sem komir hérna í hægri skiptuna. Fyrir gegn, þetta er vel varið. Henni kom með 4 varið skot. Rakel. Og Brynja. Þannig að vera að halda meira flott á boltan, ekki láta leyfa sænska liðinu að koma og brjóta fríkost. Kemur Elisabeth inn á línuna. Já. Rut Rakel að stjórna spilinu. Og Elisabeth beið eftir Ramónu, en Ramónu kom ekki. Rut skot, þetta er gott skot hjá Rut, virkilega vel gert. 9-7. Tæplega 12 mínútur til hálfleiks. Þá er Ísabella Guðni komin inn á. Í nummer 20. Já, miðunni. Karlsson, Haugmann, Alm og Húlen. Út í hornið, þetta er vel klára hjá Sand. Louis Sand með sitt fyrsta mark. Níu átta. Einsmarksmunur. Ísland leiðir eins og þeir eru búin að gera. Þannig að komast í 3-2. Já. Það er góð í þetta, Ramónu er virkilega vel gert. Ramónu skorur sitt fyrsta mark. Sterk hjá henni yfir 15 og 10-8. Vel gert. Erfitt að eiga þegar þeir eru nær að koma svona á ferðinni. Þeir eru að færa boltan. Á Húlen. Birna Berg að gera sig tilbúin að koma inn á síns mér. Já, Haugmann, gríðarlega öflugur leikmaður, komið 4 mörk, 10-9. Já, það eru margar að gera sig klára. Dagný Skúladóttir mætti þarna líka tilbúin að koma inn á. Rakel, já, Rut aftur. Nefi vinstri. Þá leysir Rakel inn. Það er búið til skot og færi fyrir Ramónu og þetta kemur upp í loftið. Glæsilegt skot en vel varið. Náða að mæta hann í hornið og fá þetta í fótinn í þenn. Þá kemur Jóhann Alma með sendingu Gúlden.
Fríða Óðinn hérna út í vinstra megin núna. Reynir að fara í gegn en brotið henni. Óðinn kominn hérna í hægri skiptuna. Hansson fara að setja það sniður. Virkilega góð sending þarna. Tegasted skora sitt fyrsta mark. Já, frábær sending af Gunnlein og Tegasted kominn á blað, 10-10. Kemur Dagný í hornið vinstra megin. Ásta Birna kemur út af. Já. Í stúkuna Stefán Arnarsson virkilega ánægður með þetta. Dagný skuli komin inn. Já. Hann var að vonast til þess að hún myndi ekki spila báða leikina. Ramóni með skot, þetta er vel varið og það ná frákastinu. Íðan með 6 skot varinn. Já, og Isabella með skot og þetta er mark. Það er hún komin á blað. Og Svíar konur yfir þegar Ágúst Jóhannsson tekur leikli og þá skulum við hlýða á hann. Guðmundur, þú tekur að þér að þýða þetta. Gjössalega að tapa það. Við erum með hérna sko 2-3 út úr hornum. Rakel út að hlaupa út hérna að fiska inn. Við erum með svona einum fleiri. Brynjar á 9 metrum, Arnar út á 7 metrum. Það betur bara 5 mörk. Þetta er agaleysi. Ekkert annað en agaleysi. Við erum að láta slíta okkur allt of mikið í sundur og við erum allar að prófa eina stela hérna, ein hérna og svo framvegis. Við erum að bæta þetta. Sóknarleina. Stelpur, Rakel, spilum aðeins 3. 3 með klippingu. Ekki verðast að búin að ákveða, eru með? Berið, Stella, Rakel og Ruth fyrir framann, úti. Þú veist, talið ykkur saman. Ef hún ætlar að feika klippinguna, ok, þá eru þið með. Ef hún kemur í klippinguna, komið á fullu. Spilið út úr því. Lísa, þú verður líka að lesa. Hvað átt að vera? Ef bolti ekki breytt, þá verður að vera að breyka senda á þig. Ha? Ok, Og hirtnin fór í lokin. Gríðarleg stemning í íslenska liðinu. Já. Nú var því þetta fyrir Svíana. Það er kannski óþarfi. Nei, við erum þannig að stilla upp í 3 meira. Já. Og athyglisvert hvernig Einar gaf mér í rauninni það er bara frjálsræði hvernig það spila það. Já. Þátt að leikmennum að lesa stöðuna á vellinum og það er bara oft gaman að því. gott. Já, það er mjög gott, já. Treysta þeim til þess. Já. Það sem er Stella og Rakel. Stella og Ruth. Út í hornið á Dagný inn úr engum færi og fær aukakast. Já. Ég þarf ekki að segja að þetta hafi verið snirtilega brotið. Jú, er það ekki? Emma Svensson kom inn í hægra hornið hjá Svíum. Og Ruth, þetta er góð finta, vel gert. Frábærlega gert. Ruth að spila afbragðsvel, komið 3 mörk. 11-11. Já. Gutt spjald á. Að gera klára gullspjöldin. Já, já. Klara Stutt í Monty hálfleik. Danielsson fekk þetta gullspjald. Já, ég fínt að klára þetta svona fyrir hálfleik. Já. Og þarf að lenda í vandræðum með það eitthvað í seinni. Þetta er gaman samt þegar dómarar muna það að þeir eiga 1 gult eftir og klára ódýrt í byrjun seinni. Já. Það er skemmtilegt. Já, kemur Alm. Og það er standa vörnin ágætlega hérna, missir Stella reyndar. Óðinn fremjá sér full auðvöldlega. Og þær komast yfir á ný 11-12. Já. Og Florentína Stansjó kemur inn á. Og Birna kemur í staðinn fyrir Ruth. Já. Björk hér í hægri skiptunni. Kemur hún ógnar strax. Já, vel gert hjá Stellu. Elisabeth, vel gert. Vel spilað hérna í íslenska liðinu.
12-12. Gúlinn hérna með línusendingu sem enginn fattaði. Flórentína með langa sendingu fram á Hönnu. Og hann ekki með inn á miðuna en þetta er vel hlaupið tilbaka hjá Svíunum. Já. Því miður. Því miður, já. Þetta var svo öflug línusending hérna áðan hjá Gúlinn að Klara Monti Danielsson sá hann ekki frekar en varnarmennirnir. Dappar yfir allar. Vinna upp í loftið. Glæsilegt mark. Stimpla sér fljótt inn í þetta. 13-12. Ekkert að kvart yfir því við fáum ekki mörk úr hægri skiptunni. Það er ljóst. Nei. Komið 4 hér. Fyrir hálfleik. Og enda 5 mínútur til hálfleiks. Klippa hérna Óðinn yfir til vinstri. Já, Viljan er að stöða hann á svo Rakel í hjálpavörninni. Það var Óðinn á miðunni og tekur við Gúlinn. Gamla góða upp í lofti og dribla fintan hjá Isabel Gulden. Svo jafnar metin í 13-13 Stella. Frábærlega gert. Fljóta þessu. Stella, já, annað markið hennar. 14-13, 4 mínútur til hálfleiks. Fröð miðja eins og á að keyra hana. Óðinn, þetta er vel varið. Flórentína. Já, og hætti við að koma önnöngu sendingun á Dagný. Já, valdi öryggakostinn. Birna, Stella. Það gengur ekki upp, þurfa að stilla hér upp. Arna kemur og skiptir við Elisabetu. Dæmt og það þarf að þurrka gólfið. Já, fínasta ending sem við erum að fá á þessari handboltaveislu sem hefur verið boðið hér þessa helgina hér í Austurberginu. 6 unglingalandsleikir, allir í beinni á Sport TV og 2 A-landsleikir kvenna fyrir í beinni á Ríkissjónvarpinu og svo þessi hjá okkur. Já. Gerist ekki betra. Svo getur fólk komið klukkan 7 og hort á einn leik í viðbót. Það er að U25 og U19 spila. Já, það er rétt. Það er mjög áhugaverður leikur. Skemmtilegt að bjóða upp á svona, já, B-landslið. Já, það er bara nauðsynlegt til þess að fá að reyna að auka breiddina aðeins í þessu. Nákvæmlega. Ná, hendi komin upp. Og Rakel lyftir sér upp að sentrastælu. Þetta er leiktöp. Já. Það eru fljóta tilbaka. Rakel hefði þetta láta vaðamarkið þarna. Það kemur Hall og Gulden. Boltinn út í hornið og hvaða vítakast. Já. Það er ekki komið stöðu. Þeir eru að rekast þarna saman Svensson og Dagný. Dagný ekki sátt. Nei. Já, þeir eru að vilja hérna samræmi. Ágúst og Einar. Óvenjulegt að þeir séu að kvart í dómarunum og svona. Já, það heyrðist ekki oft. Gúlden á vítalínunni og skorar. Virkilega örugg á vítalínunni. 14-14. Stella missir boltan nærmum ekki aftur. Koma Svíar. Klauvalegt. Gúlden. Boltinn út í hornið á Svensson og skorar af öryggi. Emma Svensson með fyrsta markið sitt. Og 15-14 Svímuvel. Ein mínútu og 20 sekúndur til hálfleiks. Svíar komnir yfir á... Já, í fyrsta skipti síðan hvað... Nei, voru yfir hérna 12-11 líka og svo 2-1. Annars hefur Ísland verið yfir. Birna, Birna hún lyftir sér upp. Þetta er varið af vörninni.
Vel tóaði treyjunum Já, þarna hefði við alveg sko sætt okkur við, það hefði verið dæmt aukakast. Ég hefði ekki kvartað á Alm. Þetta er vel verið Florentino en þetta er dauðafæri. Já, og hún skorar. Emma aftur. 2 marka munur. Já, og við þurfum að ná þessu niðri 1 mark fyrir hálfleik. Já. Ég man nú ekki hverju byrjuði á boltan í fyrri hálfleik. Það er ekki Svíjar. Og ég er með minnið það. Já, það eru Svíjar. Við að segja Svíjar, eini maður sem er með fulla athygli hérna í dag. Dagný, Birna og Rakel. Rakel og Birna upp í lofti bara. Skotu á gólfinu Já, og vörður hann tók hefði verið að lyfta sér upp. Já. Já, kominn hálfleikur. 16-14 fyrir Svía í hálfleik. Þetta leit vel út framan af en Svíjar verið sterkari hér á lokasprettunum. Skoruðu 3 síðustu mörk hálfleiksins. Markahæstar hjá Íslandi eru Rut Jónsdóttir og Rakel Dögg Bragadóttir með 3 mörk hvor. Ásta Birna skoraði 2 mörk líkt og Stella Sigurðardóttir. Svo voru þar Arna Sif Pálsdóttir, Birna Berg Haraldsdóttir, Ramóni Bekarskíti og Elisabeth Gunnarsdóttir með 1 mark hver. Já, var en skot Gunni Jenny með 4 og Florentino Stancio 2. Hinum megin er Natalia Hagman markahæst með 4 mörk og Isabel Gulden á takmarkaðum spiltíma skoraði 3. Emma Svensson og Jóhanna Alm 2 mörk hvor og svo skoruði sítt markið hver Fríða Tegstedt, Louise Sand, Ida Óden og Jenny Alm. Filippa Íden marði 6 skot í markinu en skellum stórskemmtilega möguleikabakka og komum svo með seinni hálfleikina Vörmuspori. A patient of mine was arrested for murder. What do we do? Rolling Stone raves it's a hell of a thriller. Somebody set her up. I'm not buying it. It's terrific and packed with surprises. Stop! There were millions of dollars. Á bakvið þetta þykka túperaða hár, silkiklútinn og dundur leggings og ég tala nú um mottuna. Það er bara kallmaður á ferðinni, með tilfinningar. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu kallmannlega útliti. Vertu hetja og taktu þátt í Mottumans. Skráðu þig til keppni og safnaðu áheitum á mottumans.is. Áður en ég byrjaði í fótbolta var ég í frjálsum íþróttum. Ég var spretthlaupari og fór úr því yfir í spjótkast og kúluvarp. Þegar ég byrjaði 15 ára þá var fjarlæga draumur að komast til landsliðið. En frá því maður mætir á fyrstu æfinguna þá verður maður að stefna hátt. Það er aldrei of seint að byrja. Fyrsta æfingin er fyrsti skrefið að því að hefja ferilinn. Ég sagði það. Þetta eru draugar! Hann er genginn aftur. Er þetta þú, pabbi? Kaltu sæl, Anna mín sól. Ertu oft heima? Líta til með þér, passa og gera ekki neina vitleysu. Líkur kroppur. Reyndu við hana fyrir mig. Ertu eitthvað geðveikur? Hvað segirðu? Hvað ertu að tala við sjálfa? Þetta er fullur. Hvað ertu giftur? Nei. Já, við erum búin saman. Hvað kostu að bjóða með mér heim? Þetta er þér að kenna. Hver einasti vinnudagur er fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa.
færðu ljúffenga pönnupítsu á Dominos. Sérlaga deig, stökk skorpa og tvöfalt laga osti. Þú bara verður að prófa. Dominos. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? Það frábært að fólk hafi tíma. Það einmitt það sem fólk þarf. Það tími. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Ekkert stress. Tal. Svona á samband að vera. Psychiatrist Jonathan Banks had it all. Have a good day. Then he met her. I'm dizzy. I can't sleep. Medication will help you. 911, what's your emergency? She made the 911 call herself. Where's her lawyer? Just kept talking about you. Would you have treated her differently if she was a man? That's not what happened. I would never be here if it weren't for you. Either she's a murderer or she's the victim of your medical treatment. Either way, someone gets punished. I want my life back! Mottan segir, snertu mig, en hárið segir, varlega. Strákar, verum hetjur og vöknum til vitundar. 1 af hverjum 3 fær krabbamein. Kynntuður málið á mottumars.is. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta.
Komið sælar á nýjan leik, áhorfendur góðir. Við erum að fara að henda okkur í seinni hálfleikinn hér í Austurberginu. Þar sem að Ísland tekur á móti Svíþjóð í seinni leik, vináttuleik, æfingaleik, hvað sem ég vil kalla þetta, þjóðana í kvennalandsliðsflokki. Staðan 14-16, Svíþjóð vel í hálfleik. Þar sem að fyrri hálfleikurinn þróaðist nokkurn veginn þannig að Svíar komst í 2-1, Ísland 5-2 og var yfir. Allt þetta staðan var 11-12 fyrir Svíar, þá skoraði Ísland 2 mörk í röð, komst í 13-12, var 14-13 yfir þegar Svíar skoruðu 3 síðustu mörk fyrri hálfleiks. Við erum með þessa 2 marka fórustu í hálfleik. Guðmundur Maron heiti ég og með mér er Jóhannes Langey. Við ætlum að væntanlega lýsa öðrum svona sveiflukenndum og jöfnum hálfleik, eða ekki? Jó, að máli búast við því. Og þetta verði svona eins gangur leiksins. Svipað og var. Já. Og í gær, Ísland vann leikliðan í gær með einu marki, hörkuleik og við vonum það sjálfsögðu eftir endurtekna efni þar. Við ætlum ekki að bíða í önnur, 49 ár, þá við vinnum síðan aftur. Nei, ég hef að við þurfum ekki að bíða svo lengi. Nei. Þó að kom ekki sigur hér. Og gúlinn í lofti, þetta er frábælega vari hjá Þórhildinu Stansjó, hennar þriðja skot. Kom inn í marki sent í fyrri hálfleik á Ramune, Rakel, Rudd. Harna Kalvabir hérna línunni en Rakel náði ekki að koma boltanum á hana, vel varist þarna hjá Klöru Monti Danielsson. Þurrka golfið hér langt inn á völlinn. Já, hlautu bara leikinn á samt, það er allt í lagi. Þetta er ekkert að trufla mikið kannski í sóknarleikinn. Nei. Það tók Ramón Röðferð. Allt komið í gang núna og allir farnir út af vellinu sem hefði ekki verið í nánum. Leysir Dæmi, kemur Elisabeth Ramone. Já. Þannig Ramón að láta boltan ganga yfir og Rakel er búin að vera 2 varnarmenn í sig á Röð í gegn. Brotið á henni. Ágúst vil fá vítakast. Ágúst Þór Jóhannsson, landsliðsþjálfari. Já, ég held að það hafi nú kannski verið fullgróft. Já. Ágúst glaður maður þessa dagana, kom gróttunni sinni í fyrstu deildinni í umspilið og svo vann hann Svía í gær. Já, Höndi komin upp en Rudd kemst í gegn og þetta er vel gert. Frábærlega gert. Rudd afbragðsgóð í fyrri hálfleik og komið með 4. markið sitt hér, 15-16. Svíþjóð. Óden. Frábærlega gert hjá henni eða hvað? Nei. Óluleg blokkering. Óluleg blokkering. Svensson. Hægri hornamanni sem búinn að leysa inn. Já. Rudd með góða línusendingu hérna á Örnu, þetta er vel gert. Hann á vel saman. Já. 16-16, frábær byrjun á seinni hálfleik á Íslandi. Jafnar metin hér strax. Það er að lenda þessum 2 mörkum undir. Danielsson fer hérna inn á línuna hjá Svíum. Nordström sem spilaði ekkert í fyrri hálfleik, hún er í vinstra horninu núna. Já. Spilaði ekki heldur í gær. Ég held að þetta sé hennar fyrsti landsleikur. Já. Þetta er ekki ljúga til það. Þetta er Jenny Alm. Hún har skorað sitt annað mark, 16-17. Kemur Elisabeth inn á línuna. Rakel stjórnar spilinu. Ramone og Rudd sé hvorum með við hana. Dæmi Skúladóttir í vinstra horninu og Þóri Rósa Stefánsdóttir í því hægra. Spilaði ekki fyrir hálfleikinn. Skipta leikna vantilega bróðurlega á milli sín. Þóri og Hanna Guðrún. Þóri í gegn og þetta er vel gert. Já. Og sending hann á Rudd. Það hafa gert þetta hugsanlega nokkuð sem áður í sínu félagsliði, Rudd og Þóri. 17-17.
Gúlen Alm Hóden Ramón verst vel hérna verið að stöða hana Gúlen setur öxlun undir sér hárrétt dæmir ruðning Löngsending á Flóritinu en þetta er misheppnuð sending. Já, Arna Þá kemur tilbaka. Það er svo langt fyrir Örnu og Gúlen og það hefur Rudd stöðar hana. Svensson í horninu Gúlen og þetta er ákaflega hægtasta þetta kerfi hjá Svíunum. Auðstöðaðir í rauninni sem er náttúrulega bara býsna gott. Þau minna flott sem er á spilinu hjá þeim því færri mörg skoraðir. Já, svona. Ég vil heyra, það mætti halda það allavega. Já, en vandræði þarna hjá Jenny Alm. Já, okkar hendina var að koma upp hjá dómarunum. Það gerist núna. Höndi komin upp hjá og Runningur. Já, langur bolti fram á Þórey. Glæsilega gert og hún skorar sjálfsögðu. Frábær leikmaður Þórey Rósa. Þetta yfir hausinn á Eden. Þórey Rósa Stefánsdóttir kemur Íslandi yfir 18-17. Já, einhver mandragangur Jenny Alm ekki komin eitt sérstaklega vel stilt hérna inn í seinni hálfleikina þegar þið virðist. Það voru Gúlen. Hanna fær Alm boltan og Flóritína ver. Frábærlega varið. Átana gjörsamlega þarna í markinu og boltinn fastur upp í stúku. Boltinn er bara, já. Það var sterkar hendur í að losa þetta. Já, fer Alm í loftið, nei. Sendingin Gúlen með frábærlega spilandi leikmaður. Og Danielsson fiskar víti, kom boltanum inn netið, hann var búið að flauta. Og Gúlen á 7 metrana. Það gerur hún gegn Flóritínu, hún skorar. Fjórða markið sem að Gúlen skorar. Hérna metin í 18-18. Flóritína reynda að taka Leif Garðars á þetta og var hann á línunni en Já, það er ekki séð nógu mörg vídeó á Leifi. Leifi var einstaklega snöggur. Já. Já, Rakel og Rudd nær að koma hérna inn á 9-8 metra og þá er ekki að sögum að spyrja frábærlega gert. 5. marki hennar. Koma Svíjar. Og ekki hægt að kvart yfir sóknarleik íslenska liðsins fyrir dag. Það er smá styrður í upphafi en það hefur verið betur og betur eftir sem liðið hefur á leikinn. Fengið nokkur svona mörg sem að flétta undan ganga bara hreint og klárt. Á Óden. Svensson leysir inn. Óden aftur og þetta er beint á Flóritínu sem að sjálfsögðu tekur það. Og Ramón nær frákastinu og það koma hérna hratt upp Stella. Og Stella koma boltan með yfir og Rudd. Og Rudd skorar. Það sjálfsögðu. Rudd Jónsdóttir er á eldi eins og einhver sem þýðir eldskoratiltæki, myndi segja. 20-18. Hamförum er kannski betra. Já, ég hugsa það. Þetta er glæsilega gert. Jenny Alm með 3. markið sitt. 20-19. Annars er þú miklu meiri tungumálamaður en ég, þannig að ég veit þetta ekki alveg. Já, við erum sérstakir aðdándur þess að sé verið að þýða orðatiltækið þegar. Nei. Eiður er ekki að horfa á þetta, en þetta er alltaf lagi 20-19, 8,5 mínúta liðin á seinni hálfleik. Það var nú svolítið eitthvað að tala um það. Rudd er inn í liðsendingu, gengur ekki. Glikaður lögsending hérna á Norström. Og Norström skorar. Já,
þá er hún komin á blað í sínu fyrsta landsleik. Já, ég veit að þetta væri fyrsta landsleiksmarkið hennar. Já, væntanlega. 20-20. Ef að upplýsingarnar eru réttar, þetta sé fyrsti leikur. Já, það er ekki verið að ljúga okkur í enga trú á því. Nei, það er ekki búið að gera það áður helgina allavega. 20-20. Hörku, spennandi. Hérna gengur lífsöndingin, Elisabeth. Þetta fer allt í gegnum Rudd. Já. Þetta er virkilega góðan leik hérna. Og þá er Jenny Alm sem að næra að koma sér í gegn. 21-21. Hún búinn að skora 2 mörkur hérna. Búinn að ná 8 aftur eftir vandræðingin á hann. 21-21. Kemur Rudd. Rakel og Ramune. Glæsilegt skoti á Ramune. Smellir þessum rétt undir slána. Annað markið hennar. 22-21 fyrir Ísland og það er tapað boltanum. Fyrsta boltan, já. Þetta var fótur á Örnu. Og hvað? Hann fór líka í fótinn á Danielsson. Fóru fyrst í fótinn á Örnu en það var dæmt á hinn. Þeir sáu það ekki. Fögnum því. Fögnum þessum rangadóm. Já, hann er ekki oss, við gerum það. Nei. Já, það er aðalega þú. og hálf mínúta eftir af þessum prýðilega leik, staðan 22-21. Mikið skorað. Þá Þóri inn úr þröngufæri, frábærlega skotið. Þóri Rósa inn á demantanum 23-21. Það er ekkert að stökk út í tegina sem ýttar á hana og 2 marka munur fyrir Ísland. Já, virkilega vel gert með Þóri. Þetta er fínt færi en skotið hennar yfir. Getur Ísland komist 3 mörkum yfir. Frábær leikkafli hér. Og í rauninni frábær byrjun á seinni hálfleik þar sem við erum búin að skora 9 mörk á 11 mínútum. Þegar sem við þá eigum við náttúrulega við Ísland. Já. Það er eitt magnað, 9 mörk gegn 5. Leifsir Dagný hérna inn á móti bolta. Elisabeth finnur Ramune her. Hún teikur boltinn út í hornið. Þetta var næstu... 2 mínútur, já, teikaði, hárrétt, teikaði Emma Svensson, teikaði Ramune. Hún fær... Hún var alveg með þetta hreinu. Hún vildi bara dæma mark ættan, en hún var næstu búin að skora með lærinu þarna hún... Var ekki Fjarkinn, var ekki Sand? Sand. Virkilega vel gert hjá henni að taka hann á lærið, hún er næstu búin að vippa yfir markmann. Já, Ísland einu fleiri. Eiga hotkastið. Birna Berg núna í hægri skiptunni. Þessu unga gerir þar, Rakel. Ramune. Leysir inn og Ramune á að velja og hún fyrir byrjum skot og þetta er vel gert. Hárrétt ákvörðun hjá Ramune, Bekarskíti, glæsilegt mark, 3 mörk hjá henni og 3 marka munur 24-21. Virkilega vel gert. Já, allt annað að sjá til hennar, búin að vera heil núna einhvern tíma Ramune og það skiptir náttúrulega öllu. Allt annað að sjá hana heldur en við sáum hana í Serbíu í desember, þar sem hún var búin að vera meidd bara alveg fyrir áramót. Já. Hún er að skora bilinu 6-10 mörk í leik í norsku úrvalsdeildinni núna eftir áramót. Hulden og Alm. Vandræðagangur hann, já, Emma er, nei, þetta er ekki Emma, þetta er Sand. Hún er lent. Já, hún var rétt svo búin að lenda. Ágætis hugmynd að koma með sirkúsin en tímasetningarnar voru kolrákar. Hún er ekki komin undir dúkið það að greipa. Hins samt, þú veist, ef það verið Valgarð Thórótsen eða einhver álíka það, hann skotið og jafnvel fengi mark. En Sand, hún leta bara niður.
Rakel leysir inn, Birna upp í lofti en Ramune, hann átti Ramune bara að skjóta á markið. Já, Birna aftur Ramune, það þarf að... Og svo bara upp, hendi góðan upp, þetta finnur við... Rakel Dögg, galopinn, frábæra varið. Filippa Iden. Með 7. skoti sem hún ver. Og líklega besta færi sem hún hefur varið í leiknum. Já. Nú er Rakel átt að koma Íslandi 4 mörkum yfir en það var ekki. Svíjar koma yfir svo, fá 7. útispilarinn inn núna. Og Flókilström mætt út í hægra hornið. Þetta er Florentína en það er búið að flauta það. Já, Hanna Flókilström spilar sína fyrstu mínútur í þessum leik. Kúlir í loftið finnur Flókilström en Óden og Ramune grípar hana. Virkilega góður varnarleikur. Alma, þetta er vel spil og Florentína ver. 7. skotið sem Florentína stansi og ver. Það kemur í svo 3 mörkum yfir. Seinni hálfleikur rétt að verða hálfnaður. Frábær markvörður Florentína og hún taka hér hvað, 3 dauðafæri í seinni hálfleik. Já, það ekki. Kemur Birna Ramune. Já, búinn að taka var skref og að losa boltan þarna yfir á Rakel. Bara að vinna þarna auka varnarmann í sig og búinn að losa fyrir Rakel. Bara vant að koma með boltan yfir. Komaður aftur hérna Birna og núna kemur hún með sendinguna. Já. Stilla fyrir Ramune. Já, hætti bara við, það var bara hnefann, segir Rakel. Höndin er ekki uppi. Það er búið til blokk þetta fyrir Ramune og þetta skotum það framjá. Það var seinar upp hérna, þessum stelpunnar Íslendingar gátu farið í tekið 2-falda skiptingu og rauninni sluppu með það. Já. Þá var Jóhanna Alm komin aftur inn á. Já, miðuna Óden fær að setjast. Óden og Jenny Alm. Já, Sand leysir inn. Alm og þetta er flottu varnarleikur. Setur öxlun undan sér og... Rakel með langa sendingu fram á og Þóri grípur þetta. Glæsilega gert. Magnamark. Þetta er ungur dómari hérna, Bjarki Bóasson. Ég er svolítið hrifinn af þessu. Ég vil eitthvað vilja dómar að fá floppið til þess að þið dæmi running þegar leikmenn fara með öxlunum undan sér. Hann er ekki að biðja það, hann sér bara brotið og dæmir hárrétt. Hann er mjög ánægður með þetta. Gaman að sjá þetta. Virkilega. Peppi með unga framara sem er flautuna. 25-21. Þetta er vel skotið. Jóhann Almi þarna með mark. Gott skot. Hann að 3. mark. 25-22. Stella komin hérna í vinstri skiptuna. Dreifir spiltímanum nokkuð vel. Ágúst Jónsson. Rut komin líka í hægri skiptuna. Stella, Rakel og Rut. Og þarna kemst Jenny inn í sendinguna, Jenny Alm og hún er einir. Og setur í stöngina. Ásumi vildi fá tvígrip. Það skiptir ekki máli. Ég sá það ekki. En hún skaut í stöngina þannig að við erum ekkert að fetta fingur saman með það. Nei. Menn eru bara að reyna að gera sitt besta í dómgæslunni. Afbregst dómgæsli í þessum leik. 12 mínútur eftir. 25-22 Ísland með boltan. Birna aftur. Og Stella upp í loftið. Þetta er vel gert. Þeir grípa boltan hérna með fingurgómanum en náðu að koma honum í lóan og smella þessi netið 26-22. Já. Margar
ég væri þjálfari Svía, þá væri ég náttúrulega að huga kannski að markmannsskiptum. Já, þetta skoti yfir eitthvað. Já, Ísland á líklega boltan, Rudd fær 2 mínútur. Skoti telur. Brottvísunin kemur eftir það. Þannig Ísland fer í sóknin einum færri. Rudd fær að hvíla sig 2 mínútur. Já, frá varnarleiknum. Og ég ætla að fara að segja það á hana margar stelpur í íslenska liðinu sem að spila virkilega vel í þessum leik. Já. Og kannski ekki síst sóknarlega. Missir Arna úr hægra horninu. Og Stella þarna. Já, missir boltan í 8-7 með nærunum. Rakel, Arna og Stella, Birna, Stella á rétt fyrir út á punktalínunni, það yfir. Koma Svíar. Sandinn úr horninu. Og þetta skemmtilegt skot en framhjá. Vippan lagleg, hittir bara ekki. Datt niður á hárið augnablikið en bara ekki á réttan stað. Nei. Búin að færa markið síðan í gær. Já, þetta er lúkið spilaður samt, Lúi Sand. 40 sekúndur í að Ísland verði með fullskipa lið. Já. Hefur náðu að halda hreinu hér einum fari. Þannig sem komið og eru með boltan. Stella, og þarna er vel gert hjá Stellu. Finna Örnun á línunni. Og hún skorar 3. markið sitt. Já. 27-22, 5 marka munur. Þá er skiptið sænski þjálfarinn markmann og Cecilia Grubström kemur inn á. Já. En ekki Grumström eins og Róbert hefur skrifað á skýrslunum. Já, Sand. Það tæpa runningnum en á Sandinn. Vel skotið hjá henni. Þetta er skemmtilegu leikmaður, Lúi Sand. Já. Þau kannski trippið fyrir að segja þetta, en minnir mig svona á unga Hönnu Stefánsdóttur. Þegar Anna var... Ég ætla ekki að taka þátt í þessu umræðu. Það mætti segja þetta um leikmann í karlaflokki. Það hlýtur með að segja þetta um leikmann í kvennaflokki. Við viljum jafnrétti í þessu. Það hægist á leikmannum þegar eldast, það er bara gangur lífsins. Ja, þú er bara ræðir þetta við hann og Hönnu á eftir, bara ég legg það til. Ekkert mál. 9 mínútur eftir, 4 marka munur. Það var Unnur Ómarsdóttir komin í vinstra hornið, leysir hérna inn núna, númer 10 á íslenska liðinu. Rakel, Stella með skot, þetta verð Grumström. Koma hratt upp Karlsson, Lína Karlsson er alltaf leið eitthvað. Já, tók þarna eitt aukaskref, hárrétt. Já, Unnur Ómarsdóttir komin hér inn. Já. Ísabella Gulde missir þetta boltan. Stella með langa sendingu fram og Þórey nær honum. Kappleip þarna myndi Jóhanna Alman Þórey en Jóhanna hefur betur. Greinilega. Já, hún er mjög fljót. En hún er eins og að tæp í hné. Já. Og þá tekur Torbjörn Klingvall leikli. Þá var okkar hundryggi afstofamaður. Hann er farin í afmæli, hvað, er ekki ömmu sinnar? Já, það er alltaf einhver afmæli í þessari fjölskyldans. Þannig að það er engin niðri til þess að sjáum Maggi fyrir okkur. En það vorum við ekki góðir í sænskunni áðan, þannig að það skiptir ekki máli. Þarna er að ryðga. Það er hvað, innan við 9 mínútur eftir, 4 marka munur. Já. Svíar þurfa að setja upp fyrir svipaðan endasprett á fyrri hálfleik, já, hérna á seinni hálfleik og þar enduðu fyrri hálfleikinn. Eða er ætlað sér að, já, ekki að tapa þessum leik. Þó þetta sé aðvika leikur. Þú vilt alltaf vinna. Það er væntanlega það sem Torbjörn ætlar að gera
verður að finna einhverja leiði til. Já. Einar Jónsson sagði í leiklinu hinum með að þetta halda áfram að spila þrá vinstri. Já. Einar nýkominn inn í þjálfarateymið, góð viðbót. Já, nýjan leik. Já, nýjan leik, já. Koma síðan hér. Stýrna hér tilbaka. Vandræðagangur á þeim, Guðmundur Karlsson. Svo boltan út í hornið. Hann gerir vel hérna, Fógelström. Hanna Fógelström með fyrsta markið sitt, 27-24. Sveif vel inn í teginn. Hávaxinn hornamaður á sænskum sig. Stella, Rakel, Rut, Þóri út í horninu. Stella. Rakel. Já, býtum við. Sleppur í gegn hann að fer í. Það er að fara í höndun á henni hérna almenn. Rakel. Það hafa leysað stöðun og ekki langt frá því að krækja í vítakast. Eða koma sér í skotfæri. 7 mínútur eftir. Þriggja marka munur. Íslensku stelpurnar þurfa að halda fram að sækja ekki. Ætla að halda þessu. Nei, það mega alls ekki vera á detti það. Rut og Stella upp í loftið. Þetta er skotið yfir. Hefði mátt láta boltan detta þarna og Rut var konar með yfirtölu. Já. Skotið yfir. Kemur sænska liðið hér. Jóhanna Alm upp í loftið. Og það er skotið, það varði að vörðinni. Hotkast. Gunden setur upp. Fer svo í árásina sjálf bara. Þarna var tæp að fá ekki enda sér ruðning. Já. Úrökniðin upp í eitthvað Virkismannsland. En slapp með þetta. Jóhanna. Þetta ver Florentína. 8. skotið sem hún ver. Rakel á fullri ferð. Og missefnaði sendingu þarna. Já. Þess ekki alveg vita hvað hann ætlaði að gera þarna. Jóhanna Alm kemur. Þetta ná sendingu á Lúis Sander, gekk ekki. Þá kemur Karlsson og aukakast. Já. Fljóta tilbaka og ná að koma í veg fyrir þessi snöggu mörk svíjana. Það er mikilvægt. Láta hann standa sér lengst í sók. Gunden. Og Karlsson hérna fyrir hún auðvitað vel varinn Flórentínu. 9. skotið hennar. Mjög sterk hér í seinni hálfleik. Virðist kunna ágætlega við sig í íslensku landsliðstreyjunni. Þetta var virkilega vel spilað þarna hjá þeim tveim. Það hafa gert þetta áður með Víborg. Kunna vel að korra þar á Jóhanna, hún vissi nákvæmlega hvað Ísabella var að fara að sækjast eftir. Já, minkar þetta í 2 þegar akkurat 5 mínútur eftir, 27-25. Svolítið síðan íslenska liðið skoraði, hefði búin að skora 3 mörk í röð hér, Svíjar. Já, þá er Framúnið að gera sér kláður að koma inn og það er fótur á Stellu og löng sending, ja svona. Þarna komst Rut inn í sendinguna. Já, náðu að slemma hendi þetta. Fógelström þarna gerði heiðarlega tilhundur að koma boltanum innan sand en það var ómikið. Vel hlaupið tilbaka á Rut og náðu að koma hendi í þetta. Þá kemur Ramúni inn á vinstra megin. Já, Stella ekki alveg búin að finna sig hérna á síðustu mínútu sem kom inn á. Já. Við þurfum aðeins meiri ógn hérna vinstra megin. Svo einhverju kannski verið að velta fyrir sér Hrafnhildur Skúladóttir, hún situr bara á bekknum. Já, það var svona lagt upp með það. Vel spilað, Rakel Dögg. Það var lagt upp með það hérna fyrir þessa leiki að svona gefa henni smá hvíld en hún væri engu sögðu til taks ef á þyrfti að halda. Já. Valsar har lagt mikla áherslu á það fyrir úrslitakeppnina væntanlega. Já, ég held að hann ekki komið frá Val.
Bara Ágúst hafi viljað gefa Stellu og Ramóni svolítið tækifæri að sýna sig. Líka vel, ónefndanlega. Ramóni sérstaklega gripið gæsina og staðið sér mjög vel. Ekki spurning. Það var svolítið sem að Ramóni þurfti svolítið að halda eftir, segjum kannski ekki vonbrigði í Serbíu, en Rödd segir á Ramóni og þarna var Þóri dauðafrí þarna. Það gerðu svo vel Svíarnir í að loka á það fyrir rest. Sendi ekki þurfti að koma aðeins fyrir. Já, hann þurfti að senda þarna þegar hann driblaði. Já. 3 marka munur, 2:50 eftir. Og höndin komin upp, og Ramóni og Rödd. Hún er bara að skjóta á Ramóni upp og þetta vekk Grubbström. Færi en Cecilia með annarskotið sitt varið. Já, og koma sænska liðið hrætt upp, Jóhanna og Karlsson og hún skorar. Já, Lína Karlsson sitt annað mark. Já, það eru fljótar að refsa Svíarnir. Virkilega vel skipulað hlauparleiðir hérna upp völlin. Samt gengið ágætlega að loka á þetta en þarna var allt galopið hérna hægra megin. Þetta er bara 2 mörk og það eru 2 mínútur. Getur allt gerst. Það var Rödd, Rakel og Ramóni. Taka sér góðan tíma í sóknina núna. Rakel, þetta er vel Grubbström og hún með langa sendingu fram og Louise Sand. En þetta er vel hlaupið tilbaka og Rödd stöðvar þetta vel. Já, hann var að stilla upp í vörnina. Þannig vildu þeir hafa 2 mínútur á Rödd og toga hana niður. Það var dálítið til síns máls, en við erum ekkert að kvarta við því. Pingulítið, já. Ekki meira það þó. Það var alltaf að fáum 1 og 1 heimandokkur. Þetta er gott skot hjá Ísabellu. 28-27. Þetta komið niður í 1. Það sem við töluðum á það er hægt að sækja svona móðu þær gerðu. Já, hann tekur Ágúst Jóhannsson leikli. 1,5 mínútu eftir. Við þurfum 1 mark til að sigla þessu heim. Já, það væri ekki slæmt. Hún á svo að stilla upp í vörnina sem hefur gengið nokkuð vel þó að Svíarnir hafi skorað 27 mörk í leiknum. Sérstaklega í seinni hálfleik kannski. Svíar skoruðu náttúrulega 16 mörk í fyrri hálfleik. Já. Ágúst sýnist með að vera að hliðilega til Rakel að taka ekki brátt skot eins og hún gerði áðan. Teknar þetta svo upp. Já, rétt að leggja áherslu á það að vera fljótið tilbaka. Já, hann vil að spilaði núna X vinstri og hann var að brýna fyrir stelpunum að vera ekki að senda boltan í einhverja 50-50 sénsa. Frekar að spila bara yfirveg og agað. Ef það er ekki opið færi fyrir sendinguna, frekar að spila bara aðeins út úr því og reyna þá að stilla aftur upp. Já, 1 mínúta og 17 sekúndar eftir. Komið í veg fyrir að fá hann hraðablöf í bakið. Svíar eiga 1 leikli eftir Ísland búið með sín. Má bara taka 1 leikli á síðustu 5 mínútum, hann fá ekki annað. Já. Ákoma er Rödd og Ramóni. Já, vel getur Ramóni. Og þetta er varði á Grubbström. Sálsögur kast. Það eru 45 sekúndar eftir núna. Rakel, Rödd, Ramóni. Hún fer aftur, frábælega gert Ramóni. Þetta var virkilega vel gert. 4. markið hennar og hún klárar þetta 29-27. Já, öllu líkið við skulum vera rólegir. 35 sekúndar eftir. Og Ísabella finnur að það. Það fá strax dauðafæri, skotið í stöngina. Og Ramóni náði frákastinu. Tekstedt fekk færi sem hún sætti sjálf við. Einar Jónsson fer hamförum á hliðarlínunni við að sína stúlkur að róa sig niður.
Þetta var virkilega gaman að sjá þetta. 15 sekúndur eftir 2 marka munur. Ísland er Blístraði og innbyrða sigur róleg hér og- á Svíum. Annan daginn í röð. Já, þetta var virkilega vel gert hjá Ramóni áðan. Já. Og Rut upp í loftið og þetta er gott skot. Kórónar það að hún sé maður leiksins með 7. markið sitt, 30-27. Virkilega góður leikur hjá íslenska liðinu. Guðmundur Marino, hann stekkur hér á fætur til þess að reyna að grípa eitthvað fólk í viðtöl. Ég ætla að reyna að gera upp leikinn hér á meðan. Já, íslenska liðinu var Rut Jónsdóttir markaðist með 8 mörk. Næsta eftir henni var Rakel Dögg Bragadóttir með 4. Ramóni Pekka Skítið einnig með 4 mörk. Og eins sem og Þóri Rósa Stefánsdóttir. Arna Sif Pálsdóttir skoraði 3. Stella Sigurdóttir 3. Ásta Birna Gunnarsdóttir 3. Birna Berg Haraldsdóttir með 1 mark og Elisabeth Gunnarsdóttir með 1 mark. Og Gunni Jenny Ásmundsdóttir byrjaði í markinu en náði sér ekki alveg á strik og var með 4 skotvarin. Florentina Stansa fyrirgefið kom inn á og hún varði 9 skot. Já, sænska liðinu voru það Isabella Gulden sem var markað. Ég veit ekki hvernig hann ætlar að ná í, Ágúst Jóhansson væntanlega. Og hann kominn hér með hann. Þetta verður fróðlegt viðtal. Laga myndina. Laga myndina. Já, svona varnarleikurinn lagaðist í seinni hálfleik. Flóra kom sterk inn, varnarleikurinn var ekki góður í fyrra hálfleik, ég var mjög ósáttur við hann, en sóknarleikurinn allan leikinn mjög góður. Hyggst það kannski pingulítið í byrjun en kerfin segja að ganga virkilega vel upp og fá mikið af góðum færum í þessum leik. Já, við erum að spila okkur í fína stöður, Rut var mjög heitt og sami Ramóni. Rakel var þreytt svona undir lokin, við kannski hefðum átt að rúlla henni aðeins fyrir hérna í seinni hálfleiknum en hérna bara heilt yfir, sóknarleikurinn góður og gott tempo á honum og ég var ánægður með það. Það er náttúrulega mikið talað um það, tók næstu hálfa öld að vinna þetta sænska lið og það er nú ekki ammælegt að gera það tóta í röð. Nei, við erum að sýna ágætu stöðuleika og hérna náðum bara að spila vel heilt yfir í báðum leikjunum og hérna það sem við vorum kannski að leita af við þjálfararnir vorum að vinna eins með bæði hraðablöp og sóknarleik og sóknarleikurinn allavega var svona að fungera þokkalega og svona við fengum það sem við vorum vonast eftir þar. Við vorum aðeins inn í annari bylgjunni og við vinnum áfram með það svona fyrir tékkaleikina. Akkilesarhællinn hefur kannski verið þessir tapaði boltar sem mikið hefur verið talað um en það náðist að halda þeim í lágmarki. Já, báðir leikirnir hafa verið þannig og við sjáum það líka bara núna í seinni hálfleiknum undir lokin þegar þær eru að koma og pressa í baki okkur sko þá erum við að gera tæknimistök og það er bara refsa 1 og 3 á móti svona stór þjóðum þannig að hérna það er alltaf mikilvægt og eins og við tölum um að það er að koma boltanum sem best frá sér og komast tilbaka og það er bara mjög stórt atriði í alþjóðlega handbolta í dag. Við komumst í 5 mörk, 27-22, þá hyggst það þetta aðeins og það er minnka mununni hvað 1 mark en þá sína stelpurnar gríðarlega mikinn karakter með að klára þetta. Já, það er mikill karakter í þessum hóp og mikil liðsheild og við höfum unnið vel í okkar málum eftir EM, við erum búin að vera að funda mikið og fara bara yfir hlutina og við vorum ekkert sátt við frammistöðuna þar og ætlum okkur bara að gera betur í framhaldinu og hérna, þetta var bara vonandi 1 skref í rétt átt. Takk fyrir þetta, Gústi. Ég hafa búin að óska eftir því að fá Rut. Ég sé hana hvergi. Einar Jónsson
aðstoðarþjálfari ætlaði að passa upp á hún kæmi hérna til mín en við verðum bara að finna ykkur aðra. Rut off bara. Þá bara sækir hann stelpu sem hann þekkir rétt sæmilega. Stella Sigurðardóttir mætti hérna. Hvað segirðu Stella, þetta var þokkalegt? Já, bara fyrir hálfleiku vorum ekki alveg nóg ánægðir með hann þannig að við komum inn í seinni ætluðum að gera betur varnarlega og við gerðum það og fengum betri markvarslu líka í kjölfarið þannig að seinni hálfleiku var fínn. Ég held ég að talið 10 mörk á fyrstu 12 mínútunum í seinni hálfleik líka þannig að sóknin virkilega góð. Já, sóknin kom, við fengum nokkur seinni bylgjumörk líka með sem að við þurftum alveg á að halda þannig að eins og já, byrjunin á seinni hálfleiku var bara mjög góð og það kveikti svo svolítið í okkur. Kannski, já, þeir voru yfir lengst af í fyrri hálfleik en ekki sáttar, það er náttúrulega skorað 3 síðustu mörkin í fyrri hálfleiknum. Það náðu þið að láta það hjálpa ykkur til þess að kveiki í ykkur og byrja seinni hálfleikin eins og það gerðu? Já, við vorum eiginlega bara hælunum fórst með varnarlega. Varnarleikum var mjög lélegur í fyrri hálfleik þannig að við ætlum í rauninu bara að bæta það og vissum að ef það myndi gerast þá myndum við keyra við þar þannig og það gerðist eiginlega bara. Og það sýnir nú kannski hvað styrkur er komin í þetta íslenska lið að ná að spila háluleik á hælunum gegn lið eins og Svíþjóð og samt vinna. Nákvæmlega. Við erum bara komið flottan hóp og breiðan hóp. Við getum rúllað bara á öllum leikmönnum þannig að þetta er bara mjög bjartir tíma framöndan held ég. Ja, það er náttúrulega það sem gerist í þessum leik að það eru margar sem spila í rauninni þó nokkuð margar mínútur. Já, algjörlega. Náðu að dreifa álaginu mjög vel og þannig að maður var bara ferskur alltaf þegar maður var inn á og ef maður var þreyttur okkur múta og þá kom bara annar leikmaður inn á í staðinn. Og 2 sigrar á Svíum á jafnmörgum dögum eftir einhver 49 ár sem engin mann eftir í dag. Það er vantilega bara allir rosalega ánægðir og allt á þvílíkri upplið hérna eða eitthvað? Já, algjörlega. Þetta gefur okkur svolítið búst. Við náttúrulega vorum ekki sáttar með hvernig við spiluðum EM í desember þannig að þetta gefur okkur mjög mikið fyrir leikina á móti Tékkum núna í maí og júní þannig að þetta er bara virkilega sterkt að fá 2 sigra á heimavelli. Frábær undirbúningur. Takk fyrir þetta Stella. Við förum að segja þetta gott héðan. Marathon dagur búinn hér í Austurberginu þar sem voru 2 unglingalandsleikir og svo þessi flotti A-landsleikur þar sem vannst 3 marka sigur á Svíum. Ég þakka ykkur áhorfendur góðir kærlega fyrir áhorfið og bið ykkur vel að lifa.